Það er sýningu hvernig við getum búið til svona mynd. Þannig að við ætlum bara að búið hérna til eitthvað nýtt hérna. Ég myndi file open hérna. Og hérna er þessi mynd, já. Hérna er hún, uppalega myndin. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að búa til hérna svona 2 ramma. Og við ætlum að hafa þessa ramma á nýjum leir. Þannig að við förum hérna í þetta hvíta tákn hérna. Búum til nýja leir og höfum hann transparent. Excel. Þannig að hérna er leirinn, það er ekkert á honum. Pössum því að hafa hann valinn og við ætlum að taka hérna kassan hérna og ætlum að teikna upp ramman. Og við höfum hann bara eitthvað svona bara. Og hann er stærðan því komið. Það er stærðan svona. Og ég ætla að fara hérna í málningarvélina. Ég ætla að fylla þennan kassa af hvítri, ég ætla að taka hérna FG color, það er að segja FG er foreground, það er að segja hérna hvíta hérna, BG background sem þá svarti hérna. Þannig að þetta er komið hérna. Ok, slökkur hún aðeins á myndinni hérna í bakgrunni. Þannig hérna sjá hana layer og hérna er ramminn okkar. Og það sem við þurfum að gera þennan hérna layer er að við þurfum að fara hérna í filters, fara í light and shadow og velja drop shadow. Ok, það er bara samþykkir maður sem poppast þar upp og þá kemur hérna nýr layer sem heitir drop shadow. Og það sem við þurfum að gera er bara sameina þessar 2 layera saman af þessar drop shadow og þetta hérna layer. Og við gerum það með því einfaldlega að hægri smella á hennan drop shadow og velja hérna merge down sem því bara það að hann sameinast við layerinn sem er fyrir neðan. Ok, nú þetta er allt saman bara allt saman hvítt en við viljum búa til svona hvíta rönd. Þá fer maður hérna í select og shrink. Hérna getur maður valið þykktin á borðana, við veljum bara 15, gerum ok. Þá sjáum við þá fór þessi hérna punktilinn aðeins innar. Ég vil henda öllu sem er hérna inn í þessu hérna ramma og þá get ég hægri smellt hérna og farið í edit og clear. Þá er hann hérna kominn. Síðan farið í select none til þess að losna þessar punktilingur. Þannig að ok, hann er þá kominn. Ég ætla þess að gera eitt núna. Þessi rammi, hann er í sjálfu sér jafn stór og allir þessi hérna kassi sem er algjör óþarfi. Þannig að það sem ég vil gera er að ég vil fara hérna í layer og gera auto crop layer. Og þá sjáum við að layerinn er einungis svona stór. Svo minni og þægilegri. En ok, þannig að hérna er þá ramminn okkur kominn. Við getum notað hérna þetta tákn hérna með þessum 4 örfum. Fært hann eitthvað hérna til og við viljum kannski snúa honum eitthvað. Svona. Þetta er fínt. Og síðan vil ég hérna búin til annan ramma og þá getur hægri smellt á þennan hérna layer og gert duplicate. Og þá er kominn annar rammi sem er bara akkurat ofan í þessu ramman. Ég fer hérna og dreif þetta til liðar að það sjáum við þarna er nýji ramminn sem ég var að búið til. Tek hann og sný honum eitthvað líka svona. Svona. Það komið sér einhvern veginn fyrir. Skiptir ekki öllu máli. Bara svona, ok. Þannig að ég vil að bíllinn sé hérna, þess að ég vil að annar þessar ramma sé ofan á hinum. Eins og sjáum hérna. Þannig hérna er hægri ramminn ofan á vinstri rammanum, eða vinstri ljósmyndinni, eins og maður segja. Þannig að ég ætla að zooma hérna inn aðeins. Og þess að ég ætla að finna hérna vinstri ramman. Ok, hérna er hann. Þannig að þessi vinstri rammi, alls þar sem hann er undir hægri rammanum, þá á hann ekki að sjást. Ok. Hérna passa að hafa hann valinn.
Síðan bara hérna í stróklerðið, svolítið stórt. Síðan bara fer ég hérna og þess að minka þetta. Og gera svona. Hérna ég með, sjáðu burstan hérna, vinstra megin. Þetta svona, hann ekki svona mjúkur bursti, hann bara með svona mjög skarpar enda. Ok. Herðu, síðan ætla ég að taka hérna hinn rammann. Hérna. Og ég ætla ekki að láta hann sjást þegar hann fer hérna yfir bílinn. Ég vil að bílinn sé ofan á rammanum. Og þá bara fer maður hérna gegnum þetta. Kannski svolítið erfitt að segja til hvar maður á að stoppa hérna undir bílnum. Eitthvað þar hérna. Eitthvað svona. Okay. Þannig að þá er það komið. En núna það sem ég vil gera er að ég vil taka út allt hérna umhverfið. Og ef maður byrjar nú að eyða út því, þá kemur allt svona svart. Ég vil ekki hafa svart þarna undir þessu. Þess að ég vil hafa bara hafa þetta gegnsæðan bakgrunn. Ég vil ekki sé neitt þar. Þannig að þá hægri smelli ég á myndina og velja hérna Add Alpha Channel. Og eina sem þetta gerir þetta Alpha Channel, það er það að þegar ég stróka hann út, að þau sjá ekki, það verður ekki svart, það verður ekki neitt, ég get vel að séð í gegnum myndina. Og þá skulum við bara fyrst að byrja að hreinsa í kringu rammana. Og það sem er rosalega þægilegt að gera er að smella einfaldlega hérna, byrja ykkur þar hérna, smella bara einu sinni. Síðan heldur maður shift-takkanum inni, það er bendilegst þetta og smellir síðan einu sinni þar. Síðan bara gerir maður þetta framvegis alltaf haldandi inn í shift-takkanum. Úps, svona fíla ég aðeins. Ok, þá er ég búinn að hreinsa í kringum þetta, þá get ég stækka hérna ramma allavega. Ég sjá að það er fullt af plássi hérna efst vinstra megin sem ég bara hef ekkert lengur með að gera. Þannig að ég vil eiginlega kroppa þessa mynd aðeins til. Og til þess að gera það, þá notar maður hérna blýant hérna. Crop tool. Ja, hérna nú blýantinn, þetta er aðeins öðru sinna. En þetta er hérna crop tool. Hérna bara gerir ég í kassa. Eitthvað svona. Og svo nýti ég bara enter. Þá er það komið þarna. Nú, ég vil kannski hafa einhvern lit hérna til aftavið. En þá get ég farið hérna og búið til nýjan layer. Og ég vil kannski hafa hann background color. Background colorinn er liturinn hérna vinstra megin. Sem væri það svartur. Og ég þarf að færa þetta rétt rauð. Þá er það svona. Síðan hefði ég sjálfsög getað haft einhvern annan lit ef því ég hefði viljað. En já, þannig virkar það.